Já, okkur finnst það að vera svona ákveðin skylda að ýta undir frumkvöðlastarf og þá að skapa ný atvinnutækifæri. Það mikið af kraftmiklu og skapandi fólki í Garðabæ og hérna höfum við þá í samvinnu við Hafnarfjörð fundið flöt á því að vera með þessa aðstæður hérna og tökum gjarnan þátt í þeim kostnaði. Þannig að við sjáum bara þetta sem eitt af okkar skylduverkefnum, þess vegna viljum við vera með. Við teljum að rekstur á svona frumkvöðlasetti hér í miðbænum hjá okkur skipti máli fyrir samfélagið í heild sinni, alveg eins og ég sagði í ræðunni minni, að þá þessi frumkraftur sem hér í þessari stofnun hér með öllu þessum frumkvöðlum sem hér eru smitar út í miðbæinn, þannig að við erum komin með fullt af skapandi fólki í miðbæinn hjá okkur, þannig að við erum komin með hönnuði, fatahönnuði, skartgripahönnuði, flott kaffihús, fína matsölustæði, þannig að hér komin svona sköpunarkraftur í gang, þannig að það að standa bak við nýsköpunarmiðstöð eins og þessa, það hefur svona snjóboltaáhrif í för með sér, þannig að við teljum okkur græði heilmikið á þessu. Í mínum huga það alveg klárt að störf framtíðarinnar munu koma mikið til frá litlum og meðalstórum fyrirtækjum og klárlega á nýsköpun mjög stóran hlut þar að máli. Nýsköpunarmiðstöð Íslands fyrst og fremst af því að hún hefur á að skipa sérfræðingum í svo mörgum geirum sem að geta aðstoðað frumkvöðla og fyrirtæki við að setja á fót sitt fyrirtæki og þróa áfram sína viðskipta hugmyndir, en svo til fyrirmyndar, til dæmis hvernig Garðabær og Hafnarfjörður hafa staðið að því með okkur að reka frumkvöðlasetri Kveikjuna. Svo náttúrulega líka fyrirtæki eins og við höfum dæmi með Íslandsbanka, Arionbanka og Landsbankann sem hafa komið að rekstri frumkvöðlasetra með okkur, en ég held að þetta þurfa að vera sameiginlegt átak ríkis, sveitarfélaga og fyrirtækja að reka svona setur. Fyrirtækið heitir Luminox Games og við erum indie töluleikjaframleiðendur sem þýðir það að við erum að framleiða og gefa út okkar eigin töluleik og við erum núna að vinna fyrsta verkefnið okkar sem heitir Aru's Awakening og plattformer og erum að stefna að gefa hann út núna eftir áramót. Það er náttúrulega erfitt að byrja svona fyrirtæki og halda sig indie þegar maður að reyna að fjármagna þetta allt saman sjálfur og það er hluti af einu ástæðin fyrir við erum hérna eins og við fáum stuðning frá NMI og getum þar að leiðandi búið þennan leik til. Fyrirtækið heitir Locatify, stofnað 2009 og viðskiptahugmyndin gengur út í það að við erum að bjóða skólum og ferðaþjónustufyrirtækjum og hópferðafyrirtækjum okkar lausnir og þær felast í því að bjóða fólki upp á ratleiki til að spila úti við og leiðsagnir sem eru notuð í ferðum eins og til dæmis þegar fólk hala leiðsöguna í síma sinn og nýtur svo úti í náttúrunni og það sem að sögumaður er að segja sögur og annað því líkt. Og þetta erum við að stíla inn á þessi fyrirtæki. Við erum helst að selja út í Noregi og Svíþjóð og erum svo að nota þetta svolítið hérna heima líka. Fyrirtækið heitir Ískátt og við erum að forrita og þróa lausnir í Microsoft Dynamics fjárhagshugbúnaðinum og þá sérstaklega erum við að einbeita okkur að flotastjórnunarkerfi fyrir flugiðnaðinn. Já, ég vil ekki bara horfa á þetta út frá mínu bæjarfélagi, allt höfuðborgarsvæði er eitt atvinnusvæði og það er hugmyndir sem hér kvikna, kveikja þá hugsanlega í öðrum hugmyndum og skapa ný tækifæri, þannig nýtist að öllu höfuðborgarsvæðinu, þannig að það er ávinningurinn. Svo líka hitt að mér finnst að bæjarfélög eigi að ýta undir og hvetja sína íbúa til þess að fylgja fram sínum hugmyndum og styðja þá með einum eða öðrum hætti til þess að þær hugmyndir geta orðið að veruleika.
Jú, ávinningurinn er sá að með því að styðja við fólk sem er að gera skapandi og skemmtilega hluti, að þá fáum við það tilbaka með því að fá fleira skapandi og skemmtilegt fólk með okkur. Þannig að þetta er svona allir vinna í rauninni.